Góða kvöldið. Velkomin á samkomu hjá United Reykjavík. Gaman að sjá ykkur þarna einhvers staðar. Við ætlum að lofa Guði í kvöld. Við ætlum að rísa á fætur, þeir sem getið. Og við ætlum að, fyrst við erum komin, ef við þá ekki bara vera hér og geyma heiminn eftir og bara einbeita okkur að Jesú. Og já, mér langar bara að hvetja okkur til þess að fara bara all in í kvöld, bara gefa honum alla okkar athygli, ekkert vera að pæla í næsta manni eða hvernig þú lítur út, heldur bara frelsaranum. Amen. Heilagi Far, ég þakka þér fyrir þennan dag, ég þakka þér fyrir nærveru þína, Drotti. Faðir minn og Guð, við bjóðum þig velkomin í kvöld að gera sem þú vilt gera. Faðir, ég bið bara að taka burt allan ótta og kvíða. Drotti, við beinum sjónum okkar að hásæti þínu, þar sem er ró og þar sem er friður, Drotti. Verði viljið þín í lífum okkar í kvöld og allir líðurinn sagði, Amen. Used to live like a rebel, didn't wanna behave. Thought a wretch like me could never be saved. But everything changed, I remember the day when I heard him calling my name. Like a thief in the night, he's thinking, take your life. There's resurrection, wanna have you singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. But this dead man ain't dead no longer, all because of that great robber. Maybe you're the one thinking that you'll never be right, even though your mama praying for you every night, praying Jesus gonna find you and open your eyes. Well, maybe right now's that time. Like a thief in the night, you sneak in, take your life. That resurrection gonna have you singing. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. One more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. But this dead man ain't dead no longer, all because of that great robber. Taking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I'm a dead man living, and God did it. Breaking my sin, taking my shame, breaking my soul out of these chains. I've been forgiven, and God did it. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. I got stolen by the great robber, picked me up from that rock bottom, washed my soul in that holy water, brought me back to life. Oh, one more stone, roll away, one more sin, I've been saved by grace. But this dead man ain't dead no longer, all because of that great Jesus is the rock, and he rolls my grave away. All because of that great robber. Góða kvöldi og velkomin á samkomu United Reykjavík. Er þið ekki spennt? Heyrðu, hér í Biblíunni er meðal annars hérna, Galatabrifi 5:14. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Það er þetta náungakærleikann og já, að elska Guð og elska, já, sína kærleikann. Og það var annað sem ég var að lesa í morgun í Gamla testamentinu. Maður reynir alltaf að taka á hverjum degi eitthvað aðeins úr Gamla testamentinu og aðeins úr Nýja testamentinu. Það er fínt jafnvægi. Og þá las ég þetta
Ég mun gera þig að mikilli þjóð og blessa þig og gera nafn þitt mikið. Blessun skalt þú vera. Og þetta þegar maður er að bæði sem einstaklingur en líka sem þjóð, að við bara þessi litla eyja okkar sem við erum samt svo stór, að við erum blessun. Við höfum blessað mikið út frá okkur til annarra þjóða, en við þurfum líka að hugsa það þegar við erum að fá, að við erum líka blessun fyrir aðra. Og það getum við gert á marga vegu. Að blessa þegar við vorum við Hilma vorum að spjalla á hann, vorum að tala þessa, hvað er stórkostlegt þegar maður að ganga með Guð og maður fyrir að upplifa lækningu og blessanir. Og hvað er gaman þegar maður byrjar að ganga í að blessa frá sér. Að þegar maður, það tímabila sem maður tekur á móti og svo kemur þetta tímabil líka þegar maður byrjar bara að vera hluta lífum hans, að blessa aðra. Og við ætlum að líka fá að blessa þetta starf með fjármunum okkar, að fá að vera blessun inn í þetta starf, að blessa með fjármunum, gefa pening og í samskot, það er, við erum með bauka og posa aftast, endilega taki þátt í því líka og svo í bæninni. Og við erum með bænarefni og það er líka margir að vaksa í trúnni sem er mjög spennandi. Og það er til þess hópur að fara út. Hilma, þið eru að fara, Hilma og Haukur, Berglind og Stína, þið eru að fara út, taka á móti, læra, en líka taka á móti lækningu Guðs og hvatningu frá heilögum anda til að koma heim aftur, bara að vera eftir úti. Koma aftur heim vegna þess að það er mikið að gerast á landinu okkar. Takk Jesús, ég þakka þér Drottinn fyrir trúfesti þín og náð. Ég þakka þér Drottinn að við fáum að biðja fyrir hvort öðru, við fáum að blessa hvort annað og ég bið fyrir þeim sem eru hér í salnum í kvöld. Ég þakka þér Drottinn fyrir það sem þú ert að gera í lífið þeirra og ég bið bara lækningu inn í líkama og sál. Og ég þakka þér Drottinn fyrir þá sem eru að stíga út bara í trú, bæði að fara niður í bæ í trúboð, eru í trúboðina í fjölskyldinu, að bara biðja fyrir bara ástvinum sínum og fjölskyldu á landinu. Ég þakka þér Drottinn og ég bið líka lækningu inn í hjarta, lækningunni líkamann og ég þakka þér Drottinn hvað þú ert að gera í kvöld. Í Jesú nafni. Amen. Og svo stígum við inn í lofgjörð og verum meðvituð það, eins og varst að tala áðan Inga. Taka þátt í lofgjörðinni. Þau ekki að rísa á fætur og lofa Guð.
yfir hjörtun öll og hverja sál. Því það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús. Uns allt það böl sem vindur brotið Ég lýsi yfir von og nýju frelsi. Hvað segjum við? Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú með son. Ég vil fá að nefna nafnið Jesús yfir það sem óttinn lamar allt. Við hvern þann sem að bíða ber og þunga. Segjum Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Þitt nafn kraftur, þitt nafn lækning, þitt nafn von. Þú brýtur hlekki, skín gegnum skugga, þú ert Guðs son. Ég vil aðeins nefna nafnið Jesús yfir hjörtun öll og hverja sál. Því það má finna frið í þinni návist. Segjum Jesús.
Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Jesús. Frá fjallsbrún hrópum Jesús, Jesús strætum á. Jesús inn í myrkrið og alla okkar vá. Yfir alla vini, ég segi nafnið hans, Here I am. Takk Jesús. Heilaði Faðir, ég þakka fyrir nærveru þína sem að leysir Drottinn. Faðir minn, Guð, komið fram fyrir hásætið þitt. Faðir, þú þekkir einn og sér hvern sem er hér inni. Faðir minn, Guð, við lyftum röddum okkar til þín. Faðir, við bara gefumst upp í nærveru þinni. Hér erum við, Drottinn. Við gefum þér allt okkar líf, Drottinn. Takk Jesús. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. I'm desperate for you. And drench my soul, its mercy and grace unfold. I hunger and thirst. I hunger and thirst. With arms stretched wide, I know you hear my cry. Speak to me now. Speak to me now. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you like a rushing wind. Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir
surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Clothed in rainbows of living color, flashes of lightning, rolls of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. All creation I sing praise to the King of Kings. 'Cause you are my everything, and I will adore Filled with wonders, awestruck wonder at the mention of your name. Það stendur í Opinberunarbókinni 4. kafla sem er útskýrt tilbeiðsla á himnum. Þegar það komið aðeins inn í kaflan þá kemur verurnar fjórar höfðu hver sig 6 vængi
voru alsettar augun allt kring og að innanverðu. Dag og nótt syngja þær án afláts. Heilagur, 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 Drottinn Guð, hinn alvaldi, hann sem var og kemur. Þegar verurnar vegsama heiðra og þakka honum sem í hásætinu situr og lifir aldir alda, þá falla öldungar 24 niður frammi fyrir honum sem í hásætinu situr og tilbiðja hann sem lifir aldir alda og varpa kórunu sín niður fyrir hásætinu og segja: Verður ert þú Drottinn Guð vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn, því að þú hefur skapað alla hluti og að þínum vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Hann heilagur. Filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Filled with wonder, awestruck wonders, at the mention of your name. Filled with wonders, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
Heilagur ertu drottinn minn, bara þökkum við fyrir náðin og miskunn. Ekki að rísa öll á fætur. Halleluja, drottinn þökkum við fyrir nærverunni, þökkum fyrir að þú ert hér. Þú ert hér til þess að snerta við líf okkar, snerta við hjarta okkar, gefa von þar sem vonleysi gefa líf þar sem dauði Og við þökkum fyrir drottinn minn að þér engin hlutur megn. Þú getur snert við hjörtum og þráir að snerta við hjörtum okkar. Og þökkum við fyrir lóðgjöfum, þökkum við fyrir það, þar dvelur þú. Þökkum við fyrir þessa tilfinningu sem við verðum að fá í hjarta. Þegar við vinnum að hjarta okkar og opnast fyrir því sem að þú vilt gera í líf okkar. Og ég bið þig drottinn að þetta kvöld í kvöld megi vera svona eins og umbreytingakvöld fyrir líf okkar. Að megum við sjá drottinn, megum við sjá þig á nýjan hátt, megum við sjá þig, drottinn grípinn í líf okkar, megum við sjá þig taka stjórnina. Og við þökkum við fyrir alla þá sem eru hér í kvöld og margir sem eru að berjast, ég veit, það eru margir inni sem er búin að hitta sem eru að berjast við vonleysi, kvíðan, ótta, hræðsluna, vanmáttakendina og drottinn, þú getur tekið allt til þín, drottinn. Þú þráir að grípa inn í líf okkar, þráir að gefa okkur hennar frið sem er æðri öllum skilningi manna. Við komum aldrei nokkuð tíman að skilja þennan frið, drottinn við. Takk fyrir að þú ert kraftaverkana, Guð. Við þakka fyrir drottinn, hér inn í kvöld er fólk sem að kemur hingað kannski ekki trúað á að geta eitthvað gerst í lífið þeirra. Finnst eins og vonleysi sé komið, myrkrið er komið, en það er ljósið við enda á göngunum og þar ert þú drottinn til þess að grípa og taka við einstaklingu drottinn sem hún gerir í kvöld. Faðir minn, við þökkum við fyrir öll kraftaverkin sem eru hér inn í dag, drottinn. Fólk sem var búið að afskrifa, fólk sem var búið að segja þú ert vonlaus og getur ekki, kannt ekki, skilur ekki og hún veit aldrei ná þessu. Takk fyrir drottinn að þú sannreyndi það að það er lygi og það kemur bara úr pittinu, það kemur ekki frá þér. Þú sér frelsi, þú sér lækningun og lausnina inn í líf okkar. Það er þitt starf, það er að hjálpa okkur, það er þín þrá að lyfta okkur upp, það er þín þrá að eiga samfélag við okkur. Við erum sköpuð til að segja samfélag við þig, sköpuð til að segja daglegt samfélag við þig. Og drottinn við bara þökkum fyrir kvöldi í kvöldi, þökkum fyrir á orðið sem ég tala út hér megi snerta við hjart okkar, megi það opna hjart okkar, megi það vekja þessa kærleikans tilfinningu sem við þurfum að hafa í lífi okkar, drottinn, til hvers annars og síðast en ekki síst til okkar sjálfra, drottinn minn. Í Jesú nafni, Jesú nafni. Drottinn, við elskum nærveru þína. Takk fyrir nærverunni hér í kvöld, drottinn. Faðir minn, bara eigðu við okkur í kvöld, eigðu við hjart okkar í kvöld, drottinn. Faðir, við vitum að hjálpa þér í þér, drottinn. Faðir, megum við vera vitnisburður um þig hver þú ert. Megi líf okkar endurspegla þig, drottinn, hvar sem við förum og hvar sem við stígum við fæti. Takk fyrir einstaklingar sem eru að koma hér í fyrsta skipti í kvöld, að því ykkur annar bauð þeim að koma eða þau sáu breytingar á lífi þeirra einstaklingar sem eru hér inni, drottinn. Við þráum all að eignast yndislegt og gott líf. Við þráum að geta vaknað á mótna á þess að kvíðan hnúturinn sé í maganum. Við þráum að geta gengið út í lífið og geta mætt fólki. Drottinn, bara takk fyrir þú byggir upp bara okkar eigin sjálfsmynd. Takk, Jesús. Í Jesú nafni. Vá, hvað er gott að lofa Guð. Og þetta að takka yndislega lofgera fólk, þetta er alveg með ólíkindum, sko. Ég er alveg að tala. Það er margir miklir og stórir innan gæsalappa
predikara komið til Íslands og verið hér með námskeið og annað. Og þeir segja allir það sama, að við eigum alveg bara rosalegt lofgjörð af fólk. Eitt sagði við mig að þú getur verið með lofgjörð þar sem allt á hreinu, hver einasta nota, svona professional lofgjörð eða spilara. Og svo kannski ekki mikill andi Guðs þar. En svo getur verið með fólk sem að kemur alls staðar eins og hér, sem að hittast í fyrst skipti, mér segja hérna síðan í kvöld. Þar eru hæfileikar og andi Guðs. Og hérna, þetta rosalega dýrmætt búið að vera fyrir þetta starf sem var nú ekki huga líf við stofnun 2011 og hérna ennþá að. Og stór hluti af því lofgjörðin sem hérna. Af því það bara svo óbúslega opið til þess að Inga mín sem búin að vera hérna allan að tíma og fullt af fólk sem búið að vera Gunni Vinge, öldungur í þessari kirkju, búin að vera hérna með frá byrjun og hérna og elska bara að fá að koma lofgjörðinni til ykkar af því þau vita að Guð, hann dvelur í lofgjörð sinns líðs, hann dvelur í lofgjörðin sem fer hérna yfir sali og þú kannski hérna í kvöld og átt ekki þessa lifandi trú sem við tölum, að vera frelsaður stórættulegt, að vera frelsaður að hérna, þú finnur að það eitthvað að gerast í hjartaðinu, þú finnur að það opnast hjartaðinu, það eru tár kannski sem byrja að renna niður og þú finnur að það eitthvað gott, það kveiknar í líf okkar von betra líf, von það að þetta geti verið öðru í seldur en það Amen. Og þú við getum verið edru í mörg ár, ég var ellendis núna 22. Hvenær var það? Fyrradag? Nei, hvað í dag? Það var 15 ár sem ég labbaði inn á Hlaðgerðarkot og þegar ég var að segja vitnisburði minn á þessari samveru sem ég voru svona 120 mann sem komu saman, svona leiðtogar á Evrópu og það kemur alltaf saman til mín. Minn vitnisburður að það aldrei of seint af því að ég var bara dauður þegar ég fór inn í meðferðina, bókstaflegri merkingu, en Guð reisti mig upp og Guð engin hlutur megn. Og það málið með að þú ert hérna í kvöld og ég finn bara rosa sterkt og við ekki beðið lengi, þau gerðu að ég kom svolítið seint inn, en ég fann, svo þegar ég kom fram þá sá ég á svo mikið af fólki sem ég kannast við, ég veit hver eru kannski að koma fyrsta skipti, annað skipti, búið að ganga á ýmsu, svona lífið verður eins og hérna rússipanni upp og niður og maður veit ekki alveg hvað í gangi, að ég trúi því að þetta kvöld sé akkurat fyrir þig. Að þessi lofgjörð sem var núna, hún gerir það verkum að við höfum ekkert mótstöðu afl, við getum ekki staðið gegn hérna kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú í gegnum lofgjörð. Það ekkert sem getur stoppað af og það engin hérna inn í kvöld bara að því. Þetta ekki tilviljun. Heldur þú ert hérna í kvöld að því það Guð áætlað að þú yrðir hér í kvöld. Til þess að taka móti þessar yndislegu lofgjörð sem við fengið að vera, til að sýna þau sem inntakið inn í það sem Guð gerir í lífiðinu. Og við biðjum alltaf hérna á eftir, þá bjóðum við fram til fyrirbænar og biðjum fyrir fólki. Þá kemur fólk hérna fram sem hérna bæði þjálfað og hefur heimild til þess að biðja fyrir fólki hér inni. Við erum rosalega strikt á því að fólk hlaupi ekki í það bara hver sem að því að hérna, þetta andleg baráttu, við eigum í andlegri baráttu. Og hérna hér inn hefur komið fólk sem reynir að brjóta niður og eyðileggja andlega, sem kannski ekki alveg inn á okkar línu að vera kristinn og frelsuð og eiga lifandi trú á Jesú Krist. Og það ekkert púkó að elska Jesú, sko. Það inn, sko. Það bara, þú veist, ég alveg að tala. Og það var skrifað með blöðunum daginn að einhver ungi strákar sem hafa komið saman og byrjaði að vera með svona biblíustundir í skólan og bæinn. Ungt fólk sem að Guð bara snerti við einhvers staðar og hafa ekkert kannski með kirkjuna að gera, bara Guð snerti við lífið þeirra og alltaf safnast fleiri og fleiri í hópinn hjá þeim. Og vitið það, ég var í Bretlandi 2 daga af þessari ferð og það nákvæmlega sama að gerast þar í skólanum. Það bara poppa allt inn eitt ungt fólk sem fyrir bara að lofsyngja Guði, smala í hópinn, óbúsleg gleði, byrja að lesa biblíuna saman og tala lífið.
Og af hverju skildi þetta vera? Þetta út af því að heimurinn sjálfur í sinni stjórnleysi komin alveg niður í pittin. Og hérna, sjáu ég hvað gerist bara núna með þjóðkirkjuna. Hann búið að tala hana niður í mörg ár. Hún bara sem lyfti sem mest að öllum núna. Með traust. Fór upp með hvað var það? 10-14% að trausti á þjóðkirkjuna. Það að fólk finnur að við erum búin að leita í alls konar hluti sem gefa okkur einhverja tímabundna ánægju. Við þekkjum það nú allkarnir. Það tekur 10 mínútur korter, þá eimdin byrjuð. Að við erum búin að leita í alls konar hluti sem ekki gefa neitt, bara eitthvað tímabundið. Og við fyrir bara neðar. Og óvinnurinn, djöfullinn Satan, sem á að vera undir skósólunum á okkur, trakka það niður, hann bara rosalega snillingur að læða inn í hugaðinn og inn í hjartaðið einhverjum skýta drullu og einhverjum tilboðum sem að vara í stuttan tíma og stela og slátra og endan eyða þér. Og við horfum upp á hluti sem að gerast í bara okkar landi. Og við erum upplega, ég búin að reka núna áfangaheimili ég alltaf að rugla sig ykkur á 13. ár sem við erum að byrja og margir segja að þú veist, þetta auðvelt. Nei, þetta bara alls ekki auðvelt, þetta aldrei verið auðvelt. En það fjallar ekki það hvað sé auðvelt. Svo sigrarnir eru þú sem ert inni og edrú búin að ganga gegnum draumasífi. Þar eru sigrarnir. Fólk að detta í það? Já, það að detta í það. Eru við eitthvað hissa á því? Nei, við erum ekki hissa á því að því það bara hluturinn sem gerist í þessum sjúkdóm. Við erum með lélegan árangur út meðförum, bara hræðilega. Þó að það sé svona breytast á nokkrum stöðum, sem Hlaðgerðarkoti, það bara allt annað sem að gerast þar í dag. Og við erum að vera duglega að biðja fyrir þeim sem í áfangaheimilum, við biðja fyrir fólki sem að þarf svo mikið á því að halda, að fá þess að von kveikta. Það dettur enginn í það út af því hann áfangaheimili, það dettur í það þeim fíkill, skilur, það það sem að. Og við erum aldrei að tala um fólk sem dettur í það. Hann nú meiri aumingin, hann datt í það maður, það eru menn að hugsa. Já, ég sagði hver sem búin að fara í 30 meðferðir. Við gleymum stundum að hugsa, hvar voru við? Það miklu betra að þegar fólk dettur í það, þá verður maður sorgmætur og biði fyrir þessu fólki að Guð megi leiða inn og réttan vega nýju. Við dæmum það ekki. Þú getur aldrei orðið edrú á að dæma fólk. Aldrei, nokkuð tíma, það bara ekki hægt. Við eigum nýja náð á hverjum einasta degi fyrir líf okkar. En biðum ekki náð yfir okkar líf og svo réttlæti yfir hinna. Náðin fyrir alla. Hún nýja á hverjum einasta degi fyrir líf okkar. Það sem Guð lofaði okkur. Drottinn sendi Jesú Krist til jarðan til þess að vera hinn seinni Adam. Sá sem kom til þess að deyja fyrir þetta allt. Syndir okkar, sjúkdóma, allt sem við erum að berjast við það dóum. Það var nelt á krossinn. Allt var nelt á krossinn fyrir þig til þess að þú getur eignast líf. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og eilífa lífið í boði fyrir þig. Og hvað eilífa lífið? Það bara núna til að maður verður 110-20 eins og ég? Það eilífa lífið? Nei, það bara partur af þessu, eins og ég segi oft, það millilendingin á jörðinni. Við eigum alla eilíðin eftir. Alla eilíðina. Og þetta í boði fyrir þig. Ekki fara að hugsa hvort að Guð geti verið til þú ert að rúlla hann í gröfina. Það bara svo leiðilegt. Gerðu það bara núna. Og eigna þig. Hverju höfum við að tapa? Akkur ertu í kvöld? Þú sem ert svona að koma í fyrsta skipti, búin að koma aftur og líður ekki vel. Þú kemur að því þú veist að lausnin hér. Lausnin í faðmi Drottinn Jesú Krist. Það vonin sem við eigum. Það lífið sem við eigum framönda fyrir líf okkar ef við viljum það, ef við kjósum það. Þegar ég var á þessari ráðstefnu úti og þetta voru svona leiðtogar alla Evrópu sem komu saman. Þetta var ekki svona samkomur heldur svona fundur. Og þá byrjaði þessi umræða, þú veist það sem að gerast eins og með þessu ungu krakka hér á Íslandi og í Englandi og í fleiri stöðum, að það eitthvað að gerast og við köllum þetta vakningu.
Þú veist að fólk að vakna, og vakningi kemur þegar að fólk sem á ekki lifandi trú í dag tekur skrefið og frelsast, tekur á móti Jesú Kristi inn í líf sitt og gerir hann að leiðtoga lífsins og verður hans barn. Og það er það sem er kallað vakning og það trúið að sé að gerast. En hversu lengi er það ekki búið að tilbúið bara mjög lengi? Jú, það er búið að tilbúið mjög lengi. Þetta tilbúið hefur verið bara gangandi alveg í 2025 ár. Skiluðu. Að við getum tekið á móti Jesú Kristi og líf okkar breytist. Og það var ætlun Guðs þegar hann sendi Jesú Kristi í jarðarinnar. Það var að gera þessa endurreisn á jörðinni. Adam og Evu voru, fengu að sjá allt, stjórnu öllu, bara einn hlutur sem þeir mátti ekki gera, það var að borða þessu epli og þetta epli var til þess að það kom synd yfir heiminn, erfðasynd yfir heiminn. Þau upplifðu sig allt í einu nakin, þurftu að sitja á sig klæði, það földu svo bak við tré þegar hann var að kalla á það. Nákvæmlega sem gerist með líf okkar. Við fæðumst þannig. Strákurinn minn, hann er 2 ára, hann er tæplega 2 ára. Hann var nú farin að gefa frá sér högginn löngu áður en að hann var 1 árs. Eða rífa, ég vil fá, ég taka. Sjáum ekki hvernig við erum uppbyggð. Við erum uppbyggð bara, við viljum fá allt. En við viljum helst ekki borga neitt fyrir það. Jesús kom til þess að gefa lækningu á þetta. Að þessi aðskilnaður sem var á milli Guðs og okkar, það var aðskilnaður. Þess vegna biðjum við í Jesú nafni líka að því hann er meðalgangarinn við Guð, föður, skaparann. Og ég ætla að fara í einn grunnlut að því ég ætla að tala um allt annað hluti, ég get alveg eins loka tölvunni, að það sem að til þess að við fáum svona skýring á þess sem gerist. Að þegar þessi synd kemur inn í heiminn og var reglurnar í gamla texta nú settar, þú ættir að gera þetta, boðurinn 10. Maðurinn var algjörlega megn að geta uppfyllt þetta. Einu svona ári, þá var tekið svona fallegasta lambið, það var tekið og það var slátrað sem fórn. Blóðið úr því var tekið og makað svona á dyrastafi húsa til þess að engill dauðans geti ekki komist inn. Þetta var blóðið sem var makað á. Og við héldum áfram að reyna að fórna einhverju hlutum fyrir allt sem við höfum gert á okkur. Þegar Jesús kemur til jarðarinnar, þá kemur hann til þess að losa okkur undan þessari bölvun og gefa okkur fyrirgefningu syndana. Þeir sem hefur búin að gera, það sem hún varst að gera og það sem hún kemur til með að gera. Hann tók þessa synda á sig. Þetta var það sem hann lamið á krossin. Og eins og ég sagði ykkur síðast, það voru ekki ryðgaðir ógeðslega naglar sem héldu honum á krossinum. Það sem hélt honum á krossinum var kærleikur og elskandi þín. Af því hann varð að deyja í þinn stað. Og það var það sem hann gerði. Og Guð getur ekki opinbera sér með ykkur flugi yfir og segja ykkur hætt að rífast. Það mun hann aldrei gera. Hann mun aldrei taka viljan af þér. Hann skapaði okkur í sinni mynd til að segja samfélag við okkur. Þá fengum við viljan líka til þess að velja og hafna. Og það er spurning hvernig við ætlum að nota hann. Ég þreytist ekki að segja fólk hvað er Guð núna þegar allt er í vesinni hjá okkur og rugli. Eða þjóðir að berjast, að bana spjótum, börn að deyja og segja hvað er Guð núna. Guð getur ekki komið inn í svona kringustæður sem honum ekki verið boðað að fara inn í. Hann mun aldrei fara inn í þitt líf nema þú leyfur honum það. Og þessi mynd sem ég nota alltaf með hurðina, hann er hinum með hurðina hjá þér. En hann hefur engan hún. Hann er bara þín megin. Sem er meiningin svo, ef þú ætlar að bjóða honum í lífið, þá eru þú byrjað á því að opna hurðina og hleypa honum inn. Af því hann treður sér ekki inn í lífið, aldrei. Hann getur ekki gripið inn í þar sem hann er ekki velkominn. Og við þurfum að biðja fyrir þeim sem leiða okkur áfram og stjórna okkur. Fólk sem er komið út í algjört ruglstundum, sama hvað það er. En sjáu þið bara hvað gerist, eins og með þjóðkirkjuna, við erum svo gott dæmi sem er þetta með þjóðkirkjuna, að þú búið að berja hana niður í alls konar ofstæki og rugli í mörg ár og það fækkar í þjóðkirkjunni. Traustið það minnkar. Auðvitað er það menn sem eru búin að, ekki Guð, búin að vera að koma þessari hrunu í gang. Það er fólk sem gerir það, ekki Guð.
Og svo sjáum við að þessi leið er bara röng. Við erum að gera eitthvað vitleysu. Þá fáum við aftur trú á hvað? Guðs orð, á kirkjuna, að hún getur verið hjálpin sem fólk þarf á að halda. Fólk er að hrópa eftir hjálpinni. Og ég hef sagt að við þennan hóp sem er hér inni, 2011 var þetta stofnað af því að kannski kirkjan var bara ekkert fyrir okkur. Ljótt að segja það. En mörg okkar bara fundu sig ekki. Og margir finna sig ekki inn í kirkju. Það er eitthvað sem vantar. En það er hér. Þetta er svona kirkjan fyrir þá sem vil ekki fara í kirkju. Hún er hér. Og hvað er það? Ég skal segja hvað er. Ég veit nákvæmlega hvað það er. Það er kærleikur sem er fyrst og fremst innan dyra hér. Það er enginn dæmdur fyrir að vera hér. Hér höldum við utan hvort annað, elskum hvort annað, uppbörjum hvort annað, biðjum fyrir hvort öðru, fylgjum hvort öðru eftir. Og það er þessi fallegi hlutur í samfélaginu. Og allt fyrir fólk sem hefur aldrei tilheyrt, finnst allt í hennu tilheyra. Við erum unga strák og stelpur sem eru á draumasveit búin að vera upp á síkasti sem hafa verið hjá okkur. Fólk sem hefur algjörlega út undan í lífinu. Það var ekkert bakland. Það er engin ættingi eða vinur sem kemur til þess að hjálpa. Það er búið annarkvort loka á það eða foreldrarnir og ættingirnir eru farnir, dánir. Ungi krakkar sem eiga ekkert bakland. Stundum verið sagt til mig að ég sé alveg bullandi meðvirkur gagnvart fólki, mörgu fólki. En þú veist, ég vil alltaf, ég lifi þessari von að einn daginn kemur þetta. Þess vegna fólk koma aftur og aftur og aftur. Það má alveg koma. Það tók mig, þú veist, mörg ár. Krakka, ég var edrú í 10 ár þegar ég datt í það aftur. Og ég datt í það í 10 ár. Sama tíma. Og nær dauðin lífið þegar ég fekk tækifærið að nýju. Og þetta þrái ég að sjá í lífi annarra. Það er bara, og fólk getur verið vont og í neyslunni og það er búið að ráðast á okkur og alltaf fyrir það versnandi, kaka. Hverju einasta deginu fara hlutinni versnandi út af neyslunni. Ógeðsleg efni. Út farin að taka lyf, það er eins og að taka rússneska rúllettu. Nema það eru 5 skot í byssunni af 6 hólfum. Og fólki okkar að deyja. En við viljum hjálpa þeim sem engin annar vill í raun hjálpa. Og við þurfum að vera á svona stað. Það er það sem að Guð setti í mitt hjarta. Að vera til staðar fyrir þá, ekki bara þá sem voru að koma út úr meðferð, heldur þeir sem voru að koma út úr meðferð og hafa ekki nein hús að enda. Engin. Hættum að deila alltaf á húsinu. Þú veist, ég er alveg löngu, það er löngu búið að reynsa það út úr hausnum á mér. Hættum að tala niður það sem er verið að gera. Tökum frekar þátt í því. Vitið þið það að Reykjavíkurborg til dæmis, við erum búin að vera með Reykvíkinga í 300.000 gistinætur. Trúið því? 300.000. Og við fengum 1 milljón allt í einu styrki fyrir námskeið. Annars hafa það ekki gert neitt fyrir okkur. Þráttir það sem að blöð segja og Facebook sagði á sínum tíma, Reykjavíkurborg hefur ekki gert neitt fyrir okkur. Sem segir mér það að við erum svolítið út undan, bara í öllu sem við erum að gera. Og þess vegna segi ég, United-starfið er hluta því að við höldum utan hvort annað, hjálpum hvort öðru og elskum hvort annað. Hér inni er fólk í kvöld sem er undir áhrifum, ég veit það. Og það er bara allt í lagi. Bara verður velkomin að vera hér. Við verðum að hætta að dæma. Við verðum að hætta að dæma. Við náum aldrei árangur fyrir okkar eigi líf að því við erum að tala í speilin þegar við erum að gera þetta. Við verðum bara fókusur á einn hlut, aðeins einn hlut. Kærleika Guðs. Kærleikur Guðs sem er ofar öllu. Ofar öllum. Lifum fyrir að Kórinthubréf 13. kafla, eins og ég segi ykkur oft. Settu nafnið þitt í stað fyrir kærleikann og skoðaðu lífið. Hvar ertu? Hvar er þitt líf? Þetta er besta leiðin til að skoða sjálfan sig. Gerðu þetta bara þegar komið heim. Fyrir að Kórinthubréf 13. kafli. Orðið kærleikur tekinn í burtu og þitt nafn, Gunnar, Siggi, Jón, Finnbogi. Settu það í staðinn. Ertu umburlindur?
Ertu góðviljaður? Mátt ekki dýlt sjá. Vonar allt, umber allt. Er það ég? Ég held þessi rosa margir verða fyrir smá höggi þegar ég lesa þetta. En þetta er hans strá, að því að Guð er kærleikur og til þess að líkur Guði, þá er akkurat þannig sem þú átt að vera. Hann segir í 12. kaflanum, síðastu versanum í 12. kaflanum, þegar hann var að tala kirkjuna og skipula, þá sagði hann bara, þú veist, ekki geta allir verið hægri hendi, ekki geta allir verið vinstri hendi. Og svo einhvern veginn fær hann alveg nóg í lokin sem heyrðu þeir eru svo mikið vitleysingar. Ég ætla að kenna ykkur aðra og betri leið. Og þá kemur 1. Kórinthusbréf 13. kafli. Það er alveg sama hvað þú duglegur, klár og átt mikið. Ef þú hefur ekki kærleika, átt ekki neitt. Einfalt. Og það er líf okkar. Ég elska ykkur, ég elska að þjóna til fólk sem er búin að vera niður í myrkrunni eins og ég sjálfur. Sum í mörg ár. Og gefa von. Það er það sem við þurfum fyrir heim í dag og okkar líf. Það er von. Vonin breytir síðan í trú. Og þegar allt fer að þú fer að geta rétt úr þig, þá verður trúin fullvissa. Og það er svo gott að eiga fullvissu fyrir líf okkar. Ég var löngu hættur þessu ef ég ætti ekki trú, von og fullvissu þá hluti sem eigi auðið að sjá. Það er mitt líf. Og það er lífið sem ég bara þrái fyrir ykkur. En ég þakklátt þessi ferð út sem annars sem kom í ljós þar að þessi vakning er að koma yfir. Það er vitamál. Og hún er raun búin að vera tilbúin mjög lengi. A-samtökin, 12 spora samtök almennt. Þetta er stæðisti og hvítasti akur sem til er á Íslandi. Tilbúin til uppskeru. Að höggva þetta niður og breyta lífi fólks. Ég er ekki að tala gegn A-samtökunum, gera það aldrei, myndi aldrei gera, bjargaði lífið minu. Fara á fundi? Já, fara á fundi. Akkur það fara á fundi. Af því að líf þitt á að endurspegla Guð. Það sem þú átt verður þú að gefa áfram að annara. Af hverju kemur ekki meira fólk inn í kirkjuna almennt? Af því það er enginn að segja en frá. Það er enginn að predika. Ég heiti Óli og ég er alkoholisti. Ég er ný sköpun í Kristi og ég er þakkláttur fyrir það. Líf mitt er gott að ég tók æðrum átt og gaf hún nafn. Jesús Kristur. Hugsaðu hvað er miklu auðveldara. Miklu auðveldara. Þú verður að gera það. Þú verður að vita við hvernig þú ert að tala. Þú gerir það með orðinum. Takk þetta því að lífið fyrir að breytast. Þú hættir að blóta. Það fara hlutir að gerast í lífum sem bara vissir ekki að vera hægt að gerast. Fólki sem við vinnum með, það finnast það óþægilegt að blóta við hliðin á þér. Það sé bara, býtu út af hverju? Jú, af því að lífið þitt er að vera þannig. Og fólki finnst óþægilegt að blóta við hliðin á þér. Og það veit kannski ekkert út af hverju það er. Og líf okkur tekur mikilli breyting. Þetta gerir skref fyrir skref. Fyrir þetta áfram. Allt sem þú ert að berjast við í lífiðinu, það tekur og lyftir til Guðs. Þá áttu ég get ekki meir. Ég bara lyfti þessu hlutum til þín. Ég bið um að gefa mig frið í hjarta og frið í bönina hérna uppi hausinn. Hugsýkin sem er að ganga frá okkur. Horfum frekar jákvæða hlutina. Þess vegna sagt hérna einn dag í einu. Því við getum ekki verið edrú fyrir morgundaginn. Sumir fara niður í klukkutíðin einu og það allt til að fara niður í 1 mínútu í einu. Ef það hjálpar okkur að stíga skrefin. Að því að hætturnar liggja út allt. Og við þurfum að halda hópinn. Og það sem kom fram á þessu ráðstöfum var til dæmis það að ég var að segja við Laufey, ég var að reikna út, svona reyna gróflega á 6 síðustu samkomum í United sem hafa verið. Það voru 115 manns sem hafa komið hér fram og tekið á móti Jesú Kristi í líf sitt. Því ekki það. En sorglegi hluturinn er, og þetta er að gerast í allir Evrópu, kannski 4-5% af þessum aðilum verða stöðir inn í samfélagi, inn í kirkjunni. Og þegar United var stofnað, ég hef sagt mörgum þetta, að Guð sýndi mér sýnina, það er nú annar hlutur sem við tölum við seinna, en það sem við erum, sjómenn þekkja það, við erum síðutogari.
Þeir voru þannig að þeir drógu aflaninn svona á síðunni og svo hentu þeir borð og það var engin hnífur en eitt borð, það var engin vinnsla. Svo sigldu þeir á Vestmannaeyjar eða Þorlákshöfn, Grindavík, Reykjavík og lönduðu aflanum og svo voru aðrir í húsunum sem tóku við á hreins og gerðu fiskinn kláran. Og svo núna konni svona verksmiðjutogarar, þeir eru allt borð, við erum ekki það. Við erum síðutogari, við tökum aflan inn og svo þráum við að kirkjan sé opið fyrir því að taka við ykkur og hjálpa ykkur til þess að byggjast upp. Ef það gerist ekki, þá þurfum við að fara að hugsa þetta einhvern veginn öðruvísi. Svo við skulum biðja því, hvernig getum við gert það rétt? Ætlum við að vera frelsuð og yndislega frelsuð á mánudögum til klukkan 10:30 og svo alla hina dagana við ætlum við bara að halda áfram að gera það sem við höfum alltaf verið að gera. Það bara gengur ekki upp. Er náð við því? Já, það er náð. Náð Guðs er ný á hverjum degi. En það sem Guð þráir, hann eignast daglegt samfélag með þér. Að geta gengið með þér, hvað sem er, hvar sem þú ert niður komin, að þú getur alltaf verið í spjallinu með hann og hann hlustar og hann leiðir það áfram. En ef ekki að rísa á fætur, ég ætla að biðja aðeins, ég langar að biðja líka fyrir biðunar að vera tilbúna og koma kannski hérna fram, af því að ég trúi því bara rosalega sterkt að það sé fólk hér inni sem þarf að taka þetta skref. Það er fólk hérna inni sem alveg komið fram á bjargbrúnina og bara getur ekki meir. Og þau vita og þekkja Guða afspurn en hafa ekki fengið að kynnast honum eins og við höfum fengið að gera og það er í boði fyrir þig. Af því að það sem gerist þá að þessi hengja sem er frá það, hún hverfur. Þú snýrð við og vonin tekur við. Vonin betra líf. Vonin allt sem þú dreymdir fyrir lífið þitt. Það mun rætast. Guð er engin hlutur megn. Engin. Það var kannski hann sem fæddi þessa vonin og þrá einhverja hluti í lífinu sem að verða engu í dag. Það var kannski hann sem fæddi og ég trúi því. Og nú vill hann snúa þig við og snúa þér að þessu marki sem hann gaf þér og mun uppfylla það með þér. Komum út í það, hendum burtu frá okkur hroka, stolti, ég þoli það ekki, Akkur getum við ekki bara kropið fram fyrir Guð og sagt bara hér ég get ekki meir. Grift inn í, látum af og lefum Guð að koma inn í líf okkur og reisa okkur við. Sama hvað það er, líkamleg sjúkdómar, sama hvað það er. Notum þetta tækifæri í kvöld. Drottinn mér, ég þakka þér fyrir að þú er trúfastur og yndislegu Guð. Við þökkum þér fyrir allt sem hún gerir er gott. Allt sem hún gerir er uppbyggilegt fyrir líf okkar. Takk fyrir að við getum átt þetta daglega samfélagi í hverju mínútu. Þú labbar með okkur. Við höfum tekið á móti þér. Þú munt alltaf standa við bakið okkur. Þú munt aldrei láta okkur verða til skammar. Þú munt leiða okkur skref fyrir skref. Setja hluti inn í líf okkar eins og dómínó. Allt eins og þú er búin að plana það. Drottinn gefur það að við getum látið af og leyft þér að stjórna. Og ég þakka þér fyrir einn og sérkvært sem er inni. Ég þakka þér fyrir þessi stórkostlu kraftaverk sem er inni og fann hann alltaf til þess að vera glaður og finna í hjartanu, vá, hvað góður, þegar maður sér svo marga sem eru hér inni sem áttu bara enga von. Það var allir búin að gefast upp. En þú ert búin að snúa lífið þeirra algjörlega við. Og þau þrá meira og meira og meira og meira af þér. Og þetta er yndislegur og við elskum þig, Jesús. Og við elskum að þjóna þér. Við elskum að lyfta nafninu. Við elskum að segja hversu góður og yndislegur þú ert. Þitt nafn er lækning, þitt nafn er lausn. Við leggjum bara vikuna sem framundir er í þínar hendur, Drottinn minn. Vertu með okkur og þú vilt vera með okkur. Snertu við líf okkar. Stoppa það og settu vendi við líf okkar þegar hlutir sem hafa ógnað okkur hingað til. Gefðu vonina sem vonlegs er. Settu ljósið þar sem myrkrið er. Taktu fólk út úr dauða inn í lífið með þér, Drottinn minn. Í Jesú nafni. Amen. Nú er fyrirbyrjandi að koma þetta. Mér langar til þess að biðja þá sem vilja taka þetta skref í dag. Taka á móti Jesú Kristi inn í líf sitt. Stutt, yndisleg, áhrifamikil, lífsbreytandi bæn. Koma kannski hérna með hann hjá Lindu og þeim. Og ef þú ert hér í dag
Og það búið að vera bara ofboðslega erfitt. Ég hef verið á þessum stað, stundum er líf okkar bara þannig. Og lífið mun gerast þó við eigum lifandi trú. Það mun gerast, það eru erfiðleikar. Ég sagði ykkur frá það síðast ég talaði og ég segi ykkur aftur núna. Þú veist, ég er alveg rosalega erfiðum málum sjálfur, hefur ekki með peninga en eitt að gera, bara erfið mál sem að snerta hjarta mitt og ég er að reyna að standa með mér og standa með minni trú og því sem Guð segir að ég sé. Og það getur líka verið ógeðslega erfitt. En ef ég ætti ekki hann í hjarta mínu, ég veit ekki hvað ég væri. Og svo ég hveti og komið fram og við byggjum saman hérna og allir þeir sem þurfa á fyrirbæna að halda, við erum öll með eitthvað málefni í okkar hjarta, að komið hérna fram og byggjum saman. Svo hveti ég ykkur, elsku vinir, alla hina dagana, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag, það er nóg að vera. Þú sem ert með svona trú på hjarta og vilt koma út á göturnar og hjálpa fólki, stundum verður maður svolítið feiminn í byrjun, en sigurinn sem kemur í gegn og hún lindaði með á föstudagskvöldum á Center Hotel, þú veist það bara geggjað, skilur. Svo er IAM með hópurinn með í miðviku, það er námskeið, það er bænastundir hér, það er bara fullt að gera í kirkjunum. Við erum að sækja okkur það og fara á þessa staði, finna okkur samfélag til að vera hjá, finna okkur þessa fjölskyldu sem við erum á að halda. En nú er það að stoppa, það er varð að blikka hérna, hvaðan 10 mínútur yfir, en það er í góðu lagi. Ég elska ykkur, þau eru yndisleg og leggjum tröst líka á Guð og á hvort annað. Ég veit ekki hvar ég væri án ykkar. Amen.